Hvað ef ég segði þér að hugmyndir 3 manna, Darwin, Freud og Marx, breyttu ekki bara hugsunarhætti okkar, heldur sáðu fræjum sem nú bera bitran ávöxt glundroða. Ímyndaðu þér heim þar sem sannleikurinn dreginn í efa, siðferði endurskrifað og von skipt út fyrir vonleysi. Þessir menn endurmótuðu skilning okkar á mannkyninu í þessum heimi, ekki í átt að sannleika Guðs, heldur í burtu frá honum. Byrjum á því að afhjúpa lögmál arfleiðar Darwins, arfleið sem byrjar á heillandi spurningu: erum við undursamlega sköpuð eða erum við bara náttúruslys? Ímyndaðu þér ungan mann sem situr undir víðáttu stjarnanna og velti fyrir sér hvernig öll þessi fegurð var til. Það var Darwin á sínum tíma, áður en ferð hans á HMS Beagle breytti öllu. Darwin var alinn upp við hugmyndina skapara og dáðist upphaflega að flókinni hönnun náttúrunnar. En eitthvað breyttist á ferðum hans þegar hann rannsakaði fjölbreytileika lífsins og Darwin að spyrja ekki bara hvernig tegundir aðlagast, heldur hvort þær ættu yfir höfuð hönnuð. Kenning hans náttúruval fæddist, kalt kerfi sem þurrkaði Guð út af jörðinni og gerði það að lifa af að eina leiðarljósi lífsins. Hugmyndir Darwins voru grípandi, ekki bara vegna þess að þær útskýrðu afkomu dýra, heldur vegna þess að þær gáfu til kynna að maðurinn væri ekkert öðruvísi. Afkoma hinna hæfustu var málsháttur vísindasamfélagsins. En staldraðu aðeins við. Hvað þýðir þessi hugmynd eiginlega? Er það í takt við orð Guðs? Biblían segir í 1. Mósebók 1:26: Vér viljum gjöra manninn eftir vorri mynd líkan oss. Hvert mannslíf var hannað með tilgang í huga, ekki sem tilviljun. En kenning Darwin sneri þeirri fegurð á hvolf. Það kenndi að maðurinn var ekki skapaður með guðlegum ásetningi, heldur var hann afleiðing af handahófi stökkbreytinga. Þetta var ekki bara fræðileg hugmynd, það var réttlæting á hryllingi. Þegar Darwin skrifaði The Descent of Man, þá tengdi hann afdrif við kynþátt, sem benti til þess að sumir hópar manna hafi verið minna þróaðir. Afleiðingarnar voru hrikalegar. Vísindalegur rasismi átti rætur sínar að rekja til þessarar hugsunar og ruddi brautina fyrir grimmdaverk eins og nýlendu nýtingu og að lokum helförina. Hinir veiku máttu missa sig. Þeir hæfustu áttu rétt á yfirráðum. Leyfðu mér að spyrja þig, hefur þú einhvern tíma tekið eftir afleiðingu af miklum stormi, hvernig hann brýtur tré, flæðir yfir götur og skilur eftir eyðileggingu í kjölfarið? Hugmyndir Darwins voru eins og stormur í siðferði mannkyns. Þær brutu helgi lífsins. Þegar þú gerir manneskju aðeins að líffræðilegu slysi, hvar er plássið fyrir samúð, fyrir miskunn eða fyrir að sjá Krist í öðrum? Orðskuðirnir 22:2 minnir okkur á: ríkur og fátækur hittast, Drottinn skóp þá alla saman. Í augum Guðs skiptir hvert líf jafn miklu máli. En hér verður frásögnin enn meira grípandi. Darwin sjálfur glímdi við það sem hann hafði gert. Einu sinni dáðist hann af fegurð sköpunarverksins. Jafnvel viðurkenndi að uppruni tegundana gæti hafa verið innblásin af Guði í fyrstu. En síðar þurrkaði hann út þessi orð. Hvers vegna? Til að friða gagnrýnendur eða vegna þess að innst inni glímdi hann við þunga eigin niðurstöðu. Ferð hans frá trú til trúleysis skildi hann eftir á stað óvissu, jafnvel ótta. Hann skrifaði að honum fyndist hugmyndin helviti vonlausa, en er það ekki óumflýjanlegur áfangastaður þegar við höfnum hönnun Guðs? Samt stoppaði stormurinn sem hann leysti úr læðingi ekki með honum. Hann stækkaði og fór yfir samfélög. Vísindamenn sem voru hlynntir hugmyndum Darwins fullyrtu að hægt var að útskýra líf alfarið af náttúrulegum ferlum án Guðs.
Þessi trú smeygði sér inn í menntun, inn í stjórnmál, jafnvel inn í kirkjuna og náttúruval, hjartakenninga Darwins varð ekki bara vísindalegt tæki, heldur að heimsmynd. En ég skal segja þér eitt, Biblían er skýr. Heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til, Sálmur 14:1. Þegar við fjarlægjum Guð úr jöfnunni, sitjum við eftir með tómleika. Hér er það sem særir hjarta mitt. Hugmyndir Darwins voru ekki bara samþykktar, þeim var tekið af ákefð. Samfélagið fór að horfa á lífið í gegnum kalda linsu samkeppninnar. Við sáum það í þrælahaldi, þar sem menn voru teknir eignarhaldi. Við sáum það í þjóðernis hreinsunum, þar sem óæskilegum eiginleikum var kerfisbundið útrýmt. Og jafnvel í dag sjáum við það í því hvernig ófættum börnum er fórnað á altari þæginda. Þetta er arfleið heims, þar sem handleiðsla Guðs er hunsuð. Vei þeim sem kallar hið illa gott og hið góða illt, Jesaja 5:20. En hér er aðalatriðið, og ég vil að þú haldir þessu. Jafnvel í glundroða er hugmyndum Darwins haldið á lofti. Sköpunin hrópar flókna hönnun fiðrildis vængs. Hvernig vistkerfi koma jafnvægi á hvert annað, kraftaverk mannlegs DNA. Allt bendir þetta til skapara. Rómverjabréfið 1:20 segir okkur, því að hið ósýnlega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Jafnvel stormurinn getur ekki þagga niður í rödd Guðs í náttúrunni, og á þessu vil ég að þú dveljir huga þinn, ekki með örvæntingu, heldur með spurningu. Ef hugmyndir Darwins hafa leitt til svo mikillar eyðileggingar, hvar er þá lausnin? Hver er sannleikurinn sem gerir okkur frjáls? Við munum kanna það í næsta kafla vegferðar okkar, en í bili skaltu íhuga þetta. Ef hirðurinn skilur eftir 99 sauði til að bjarga þeim sem er týndur, hvað segir það okkur það, hvernig Guð metur líf? Við skulum halda áfram saman til að afhjúpa meira. Þegar við stígum lengra inn í þessa ferð til að skilja hvernig 3 menn endur móta siðferðiskerfi heimsins, við yfirgefum hinn kalda heim samkeppni Darwins og förum inn í óskipulega nautnahyggju Sigmund Freud. Freud var ekki náttúruvísindamaður eins og Darwin, heldur sálarvísindamaður, eða það var að minnstakosti það sem hann sagðist vera. En hvað ef sálin, eins og hún er hönnuð af Guði, var aldrei ætlað að vera krufin af mönnum, eða breytt í vígvöll fyrir óheftar langanir? Freud horfði á mannkynið og sá baráttu, ekki milli góðs og ills, ekki milli anda og holds eins og Biblían kennir, heldur milli djúpra, eðlislegra langana okkar og samfélagsregna sem reyna að bæla þær niður. Hann kallaði þetta átök, kúgun, og hann taldi að þetta veri rót allra mannlegra þjáninga. Ímyndaðu þér hraðsuðupott, hélt hann fram, þar sem gufa langana okkar, fyrst og fremst kynferðis og árásagirni, safnast upp og hóta að springa, nema við hleypum henni út. Freud hélt því fram að þessi útrás væri ekki aðeins eðlileg, heldur nauðsynleg fyrir líðan mannsins. En hafði hann rétt fyrir sér, eða opnaði hann dyr sem mannkyninu var aldrei ætlað að ganga í gegnum? Kenning Freuds var tælandi eins og kvísl höggorms í friðsömmum garði. Hann hélt því fram að undirrót hverrar mannlegar baráttu var í bæling á löngunum, sérstaklega kynferðislegum. Hvers vegna finnurðu fyrir sektarkennd, spurði hann. Hvers vegna glímir þú við kvíða og óhamingju? Það er vegna þess að samfélagið, trúarbrögðin og jafnvel fjölskylda þín hafa kennt þér að bæla niður það sem er eðlilegt. Fyrir Freud voru þessar langanir ekki eitthvað til að standast eða ná tökum á, þar áttu að vera leystar úr læðingi og viðurkenndar. Uppgangur kláms sem ýtt var undir með kenningum Freuds var það þöglum faraldri. Það lofaði samfélagi en skilaði einangrun. Það brenglaði ást í losta
og breytti fólki í neysluvörur. Fjölskyldur hrundu þegar framhjáhaldið jókst og börn ólust upp í rústum brotinna heimila. Freud hélt því fram að sektarkennd væri vandamál sem ætti að uppræta og skapaði kynslóð sem vissi ekki muninn á frelsi og ánauð. Galatabréfið 5:13 varar við: Þér voru bræður kallaðir til frelsis, notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Raunverulegt frelsi, samkvæmt Biblíunni, er ekki að láta undan hverri löngun, heldur að lifa í samræmi við vilja Guðs. Kannski voru hörmulegustu fórnarlömb arfleiðar Freuds konur. Hann hélt því fram að siðferðisreglur samfélagsins væru kúgun, en frelsið sem hugmyndir hans hvöttu til gerðu þær oft viðkvæmari en nokkru sinni fyrr. Í stað þess að vera dætur Guðs sem okkur ber að virða af væntumþykju, voru þær hlutgerðar, þeim arðrænt og gerðar að engu. Í Orðsguðunum 31:10 spurt: Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Hugmyndafræði Freuds rænti samfélagið þessu viðhorfi og skipti út heiður fyrir hlutgerfingu. Biblían dregur upp allt aðra mynd af ástandi mannsins. Í fyrra Korinthubréfi 6:18-20 varar Páll okkur við að flýja saurlifnaðinn og minnir okkur á að líkamar okkar eru mustir í heilags anda. Þeir eru heilagir, verði keyptir og ætlaðir Guði til vegsemdar. Freud vísaði þessari hugmynd hins vegar á bug. Fyrir honum voru siðferðisleg mörk sem trúarbrögðin settu ekkert annað en hlekkir sem ollu taugaveiklun og sektarkennd. Hann gekk svo langt að kalla trúarbrögð hækju, blekkingu að mannkynið ætti að vaxa upp. En það sem Freud leit á sem hlekki kallar Biblían frelsi. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yður ánauðarók, segir í Galatabréfinu 5:1. Hið svokallaða frelsi var í raun niðurlæging í ánauð. Hugsaðu heiminn sem hugmyndir Freud skapaði. Hann hélt því fram að það væri skaðlegt að bæla niður langanir okkar og samfélagið hlustaði. Kynlífsbyltingin á 7. áratugnum raungerðist fyrir hans heimspeki. Skyndilega voru mörk sem staðið höfðu aldir með rætur í biblíukennslu rifið niður. Ef þér vel líkar, gerðu það, varð einkunnarorð aldarinnar. En vakti þetta nýja frelsi hamingju eða skildi það eftir sig slóð sársauka? Leyfðu mér að segja þér sögu til að varpa ljósi á þetta. Ímyndaðu þér litla stúlku sem fær snjóhnött frá ömmu sinni. Inn í hnettinum er fullkomin veröld, hús, tré, fjölskylda sem standa saman. Glerið verndar það, heldur því hreinu. En dag einn ákveður litla stúlkan að opna hnöttin og heldur að hún geti gert þessa litlu veröld enn betri. Hún opnar hana og vökvinn lekur út. Húsið aflagast, fjölskyldan hrynur og fegurðin sem hún hafði einu sinni í höndum sér er horfin að eilífu. Hugmyndafræði Freuds, líkt og forvitni stúlkunar, lofaði betri heimi með því að fjarlægja múra, en í staðinn skildi hún eftir sig slóð brotinna heimila, glatað sakleysis og örmerktra sála. Kaldhæðnin við kenningar Freuds er svo að frelsið sem hann lofaði færði mannkyninu enga lækningu, heldur dýpkaði sár þess. Í eigin skrifum viðurkenndi Freud að grunneðliskvöld mannkyns myndi aldrei hverfa. Hann skrifaði: frumstæður, dapurlegur agi og illar hvatir mannkyns hafa ekki horfið hjá neinum einstaklingum, heldur halda áfram tilveru sinni og bíða eftir tækifærum til að birta virkni sína. Freud viðurkenndi í raun það sem Biblían hafði þegar sagt: svikult er hjartað fremur öllu öðru og spillt er það. Hver þekkir það? Jeremía 17:9. Samt í stað þess að benda á frelsara sem getur umbreytt hjartanu, skildi Freud mannkynið eftir með örvæntingu
og hélt því fram að við værum fangar eðliskvatar okkar og breytingin væri ómöguleg. Samt jafnvel í þessu niðurbroti hvíslar andi Guðs von. Galatabréfið 5, 16-17 kallar okkur til að ganga í andanum og lofar að þegar við gerum það, munum við ekki uppfylla girnd holdsins. Andinn gefur okkur kraft til að lifa á annan hátt, endurheimta það sem hugmyndir Freuds reyndu að stela frá okkur. Hreinleiki, agi og sjálfstjórn eru ekki úreltar dygðir. Þær eru lykillinn að því að lifa eins og Guð ætlaði okkur að lifa. Þær koma á friði þar sem glundroði ríkir og lækningu þar sem sár rista djúpt. Þegar við höldum áfram í þessari ferð, spurðu sjálfan þig, hvað þýðir það að vera raunverulega frjáls? Freud hélt því fram að frelsi væri andhverfa aðhalds, en Biblían sýnir okkur betri leið. Frelsi er ekki að finna í því að fylgja hverjum duttlungum eða löngunum. Raunverulegt frelsi er að finna í Kristi, sem rífur fjötra syndarinnar og setur okkur á braut réttlætisins. En sagan endar ekki hér. Við höfum séð storm Darwins og afbökun Freuds. Næst munum við snúa okkur að manni sem breytti mannlegri þjáningu í verkfæri til byltingar. Vertu áfram með mér, því ferðinni er langt frá lokið. Þegar við förum frá stríði Freuds gegn siðferði til Karl Marx, mann sem reyndi að svipta heiminn alfarið Guði. Sagan tekur á sig dekkri, ofbeldisfyllri tón. Freud réðst á sálina en Marx réðst á grundvöll samfélagsins, kom ríkinu í stað Guðs og hugmyndafræði fyrir tilbeiðslu. Ef Freud leitaðist við að drekkja einstaklingum í sjálfs eftirlátssemi, reyndi Marx að sökkva fjöldanum í byltinguna. En á bakvið loforð sín útópíu finnum við slóð ólýsanlegra þjáninga sem tengir sig yfir í heimsálfur og kynslóðir. Heimspeki Marx fæddist af reiði og höfnun. Hann leit á heiminn sem vígvöll, ekki milli góðs og ills eins og ritningin kennir, heldur milli þeirra sem kúa og þeim kúuðu. Fyrir Marx var mannkynssagan minnkuð niður í stéttabaráttu, þar sem hinni ríku kúuðu hinna fátæku, og eina leiðin til að ná jöfnuði var að kollvarpa núverandi skipulagi. Hann leit á trúarbrögð sem tæki til kúunar og kallaði þau eins og frægt er ópíum fólksins. Fyrir Marx var trúin truflandi, hækja fyrir hinna veiku, sem hélt þeim sáttum í eymd sinni í stað þess að rísa upp gegn meintum kúurum sínum. En á meðan Marx sagðist berjast fyrir hinnu undirókuðu, skildi hugmyndafræði hans þá í fjötrum af öðru tagi. Fjötra sem gerðir voru af ríkinu sem hann sá fyrir sér sem nýja Guð. Predikarinn 5:10 minnir okkur á, þar sem eignirnar vaksa, þar fjölgar og þeim er eyða þeim, og hvaða ábata hefur eigandinn af þeim annan en að horfa á þær. Marx lofaði heimi þar sem auðnum yrði skipt jafnt, en kerfi hann skilaði ekki ánægju, það skilaði dauða. Yfir 110 milljónir mannslífa fórust undir stjórn marxista á 20. öld. Hugsaðu þá tölu. Hvert líf var móðir, faðir, barn. Hver á einn bar ímynd Guðs. Hugsjónafræði sem sagðist bjóða upp á frelsi, en í staðinn leiddi til kúgunar. Hryllingur marxismans var ekki tilviljun, heldur bein afleiðing af guðlausri sýn hans. Saga marxismans er gegnsýrð af blóði. Í Sovétríkjunum drápu hreinsanir Stalins og hungursneyð af mannavöldum milljónir manna. Í Kína leiddi menningabylting Mao til fjölda hungursneyðar og stanslausra ofsókna. Í Kambódíu útrýmdi stjórn Pol Pot kerfisbundið fjórðungi íbúana. Þetta voru ekki einangruð atvik. Þau voru náttúruleg niðurstaða kenningar Marx að tilgangurinn réttlæti meðalið og að mannslífum sé eitt í þágu byltingar. Trúin á að hægt var að byggja upp fullkomið samfélag með valdi breytti heiminum í grafreit. Fyrirlitning Marx á trúarbrögðum var ekki bara vitsmunaleg, hún var mjög persónuleg. Hann leit á Guð sem óvinn, veru sem krafðist ábyrgðar, en samt sýnir Biblían okkur að Guð er ekki harðstjóri, hann er friðarsinni.
Í Mattheus 5:9 segir Jesús: Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þar sem Marx kallaði eftir uppreisn og sundrungu, kalla Kristur á sátt og einingu. Sýn Marx á guðlausa útópíu mistókst vegna þess að hún hunsaði hið sanna vandamál mannkyns, syndina. Ekkert kerfi, engin bylting getur bjargað okkur frá sjálfselsku og græðgi sem býr í hjörtum okkar. Aðeins Kristur getur gert það. Kannski er hörmulegasta kaldhæðni marxismans að hann sagðist vera fyrir fólkið, en hann gerði það ómannúðlegt. Í heimi Marx voru einstaklingar færðir niður í efnaðslegt gildi sitt, sviptir sérstöðu sinni. Fólk var ekki lengur bræður og systur, heldur tannhjól í vél, hönnuð til að þjóna ríkinu. Biblían segir okkur eitthvað mjög ólíkt. Sálmur 139:14 segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Hver manneskja er handunnin af skaparanum, ekki tæki til arðráns eða peð í byltingu. Sérhver sál hefur óendanlega mikið gildi, sannleikur sem hugmyndafræði Marx reyndi að eyða. Jafnvel Marx sjálfur virtist vera ofsóttur af tómleika heimspeki sinnar. Þrátt fyrir að hann hafi verið að berjast fyrir trúleysi, báru rit hans oft örvæntinga tón, eins og hann vissi að sýn hans á útópíu gæti aldrei fullnægt mannlegri sál. Í einu bréfi til vinar lýsti Marx eigin lífi sem stanslausum bardaga, fullum angistar. Og hvernig gat annað verið? Heimur án Guðs er heimur án vonar. Þetta er hrjóstrugt landslag, þar sem kærleikur, réttlæti og friður eru blekkingar. Án ljós Krists var heimur Marx heimur skugga, grátlegur vettvangur endalausar mannlegar þjáningar. Arleið Marx er hlaðin svikum. Loforð hans jafnrétti og réttlæti breyttust í martræði kúunar og grimmdar. En hinn sanni harmleikur er sá að milljónir manna snéru frá Guði og trúðu þeirri lygi að mannkynið gæti bjarga sjálfu sér. Þeir litu á ríkið sem frelsara sinn, aðeins til að finna að það varð fangari þeirra. Orðskuðirnir 14:12 varar við: Margur vegurinn virðist greiðfær, en endar þó á helslóðum. Leið Marx þótti mörgum rétt, en hún leiddi til eyðileggingar á ólýsanlegum mælikvarða. Leyfðu mér að mála mynd fyrir þig. Ímyndaðu þér stóran blómavöll, fullur lífs undir sólinni. Ímyndaðu þér nú sama völlin brenndan í eldi. Blóm sem einu sinni voru lifandi urðu að ösku. Það var það sem marxismi gerði við samfélög. Það lofaði lífi en skildi aðeins eftir dauðan í kjölfarið. En jafnvel í öskunni er von. Guð sem skapaði okkur getur endurheimt það sem hefur glatast. Hann getur fært líf þar sem dauði varir, fegurð þar sem glötun varir. Þegar við lokum þessum kafla ferðalagsins leyfi ég þér að íhuga nokkuð. Ímyndaðu þér heim þar sem allir lifa eins og Kristur kenndi, sem friðarsinnar, sem þjónar, sem börn Guðs. Það er ríki sem marxismin reyndi að skapa með valdi, en það er aðeins mögulegt með uppgjöf fyrir konungi konungana. Næsti hluti ferðalags okkar mun sýna hvernig fölsk hugmyndafræði er hluti af meiri blekkingu. En í bili látum þessa spurningu standa: erum við að byggja líf okkar á traustu bjargi Krists, eða erum við að elta ösku manngerðra loforða? Höldum áfram saman, þegar við skiljum eftir arfleið Marx, brennandi byltingu hans og hrikalega eftirmála hennar. Spurningin fer að taka á sig mynd: hvernig gátu svona brotnar hugmyndir fangað hjörtu og huga milljóna? Hvernig fléttast afneitun Darwins á Guði, upphefð Freuds á sjálfinu og tilbeiðslu Marx á ríkinu inn í nútíma hugsun? Svarið er fólgið í því að skilja stefnu sem er miklu eldri og miklu óheiðalegri en þessir menn. Þetta er engin tilviljun. Þetta er meistaraverk fölsunar Satans. Fölsun er ævaforn list og enginn stundar hana betur en andstæðingur sálna. Í Opinberunarbókinni 13:14 lesum við mikla blekkingu.
og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins, og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skuli gjöra líktneski af dýrinu. Markmið Satans hefur alltaf verið það sama, að skipta sannleika Guðs út fyrir sínar eigin afbökuðu eftirlíkingar. Hann ekki beinlínis eyðileggur, hann brenglar, skiptir út sannleika fyrir legar, ljós fyrir skugga og von fyrir örvæntingu. Gefðu þér augnablik til að ímynda þér barn sem teygir sig ákaft í mynt, glansandi og lítur út fyrir að hafa efnislegt gildi. En hvað ef þessi mynt er fölsuð? Það lítur út fyrir að vera raunverulegt, virðist vera raunverulegt, en það er einskis virði. Hugmyndafræði Satans er eins og fölsuð mynt, glitrandi að loforðum svör, en verðlaus þegar hún er vegin á vogaskálar eilíðarinnar. Darwin, Freud og Marx voru óaðvitandi fulltrúar í þessari miklu fölsun. Þróun Darwins bauð tækifæri í staðinn fyrir sköpun. Í heimsmynd hans var markvissri hönnun Guðs skipt út fyrir blinda ferla sem skildi mannkynið eftir á reki í sjó tilviljana. Freud hækkaði sjálfið og gaf til kynna að langanir okkar og eðliskvöð væri fullkominn sannleikur. Með því minnkaði hann siðferðislögmál skaparans og skipti því út fyrir siðferði sem átti rætur að rekja til mannlegra hvata. Marx skipti út ákvæðum Guðs með því að skipa ríkisstjórnina sem frelsara mannkynsins og breytti fólki í vélræn verkfæri. Hver hugmyndafræðin var sem brotin og fölur staðgengill fyrir sannleika Guðs, en harmleikurinn endar ekki með þessum hugmyndum. Gáru áhrifin af þessum fölsuðu sannindum hafa gleypt samfélögin. Þegar tilviljun kemur í stað tilgangs fylgir örvænting. Þegar sjálfið verður miðpunkturinn ríkir glundroði, og þegar ríkið tekur við hásætinu deyr frelsið. Heimurinn í kringum okkur ber ummerki þessara lega. Brotnar fjölskyldur, siðferðisruglingur og útbreidd vonleysis tilfinning, og við sjáum það í vaxandi þunglyndi, brotnum samfélögum og stöðugri leit að tilgangi í heimi sem segir okkur að það sé enginn. Jóhannes 8:32 skín sem leiðarljós í þessu myrka landslagi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Sannleikurinn er ekki bara hugtak, hann er manneskja. Jesús sagði: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Fölsun Satans molnar frammi fyrir þessum veruleika. Tilviljun getur ekki útskýrt flókna hönnun alheimsins. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörur verkin hans handa. Sálmur 19:2. Örlög mannsins eru ekki á hans valdi, né það heldur á valdi gangandi manns að stýra skrefum sínum. Jeremía 10:23. Og ríkið getur ekki bjargað, því hjá drottni er hjálpin. Sálmur 3:9. Sjáðu fyrir þér kerti í dimmu herbergi. Ljós þess kann að virðast viðkvæmt, en það stingur algjörlega í myrkrið. Sannleikurinn, jafnvel í minnsta mæli, hefur vald til að eyða lygunum sem umlykja hann. Samt er ekki auðvelt að yfirgefa falsanir Satans, því þar höfða til okkar dýpsta ótta og langana. Trú á tilvist fyrir tilvílanir býður upp á flótta frá ábyrgð. Sjálfið hrærir stolt okkar. Ríkið lofar öryggi, en þetta eru lygar, skuggar af sannleikarnir sem Guð býður upp á. Endanlegt markmið fölsunar Satans og hugmyndafræði er að rjúfa tengsl mannkyns við Guð með því að skipta skaparanum út fyrir sköpun. Uppspretta lífsins er gleymd og við sitjum eftir að leita að tilgangi í hrjóstugu landi. Þessi hugmyndafræði, fædd miðja 19. öld, hefur ekki aðeins hafnað Guði, heldur skili mannkynið eftir í ringulreið, siðferðislegri afstæðishyggju og örvæntingu. Hversu mörg mannslíf hafa verið afvegaleidd af þeirri trú að þau séu eingöngu náttúruslys eða að verðmæti þeirra ráðist af samfélagsgerð.
Hversu margir hafa fallið í vonleysi og trúa því að það sé engin meiri tilgangur með lífinu. Ávextir þessara fölsunar eru augljósir, en það er kall Krists sem býður öllum að koma og finna hvíld í honum. Er það ekki ótrúlegt hvernig sannleikurinn getur verið eins og ljós sem stingur í gegnum þokuna? Ef þú hefur náð hingað, gefðu þér smá stund til að láta þessi orð hljóma. Sannleikurinn mun gera þig frjálsan. Segðu það upphátt. Skrifaðu það í athugasemdakerfið. Lífið er tækifæri, segja þeir. Fylgdu löngunum þínum, halda þeir fram. Byggðu von þína á mannlegum krafti, boða þeir. En hefur þetta skapað frið? Hafa þessar legar fært gleði? Horfðu á heiminn. Fjölskyldur okkar brotnar, hjörtu okkar eirðarlaus, sálir okkar sveltandi. Getur verið að þessir veggir hafi ekki verið byggðir af Guði, heldur af lygunum sem okkur hefur verið sagt að treysta? Guð talar öðruvísi. Komið eigumst lög við, segir Drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Heyrirðu blíðuna í þessum orðum? Guð krefst þess ekki að við fyrst séum fullkomin. Hann býður okkur niður brotin og marinn að sitja með sér, rökræða við sig og skipta út myrkri okkar fyrir ljós hans. Þetta er eins og barn týnt í stormi sem hrópar á hjálp og sér síðan útrétta handleggi föður síns. Stormurinn hverfur ekki, en barnið veit að öryggið er í nánd. Það er vonin sem hann býður okkur. Kannski ertu að hugsa, en ég hef gengið of langt. En þannig er það ekki. Við erum í raun öll eins og þjófurinn á krossinum, augnablik frá dauðanum. Hann snýr sér að Jesú með ekkert nema trú og Jesús lofaði honum paradís. Það er fegur náðar Guðs. Það er aldrei of seint. Jesús sagði: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Það er ekki útilokun. Það er líflína. Hann er leiðin út úr læstu herbergi. Sannleikurinn sem brýtur hverja lygi í sundur og lífið sem fyllir hvert tómarúm. Hugsaðu þetta svona. Hefur þú einhver tíma séð barn grípa brotið leikfang, vill ekki sleppa takinu, jafnvel þó foreldri þeirra bjóði fram nýtt. Barnið grætur yfir brotnu leikfanginu, áttar sig ekki á því að það sem boðið er upp á er svo miklu betra. Það erum við. Við höldum okkur við svikin fyrirheit þessa heims, auð, völd, frægð, á meðan Jesús heldur fram einhverju óendalega stærra. Friður, tilgangur, eilíft líf. Hann segir: ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá nýtt er orðið til. Síðara Korinthubréf 5:17. Hvers vegna halda fast við hið brotna þegar hið fullkomna er innan seilingar? Þetta er sannleikurinn. Jesús plástrar ekki bara gamla líf okkar, hann gefur okkur nýtt. Andi hans umbreytir okkur innan frá og út, breytir löngunum okkar, endurnýjar huga okkar og fyllir hjörtu okkar af kærleika hans. Það er ekki alltaf auðvelt. Uppgjöf þarf hugrekki, en hvílíkt frelsi sem fylgir. Ímyndaðu þér keðjur falla til jarðar, þunginn lyftist, loftið streymir inn þegar þú stígur inn í ljósið í fyrsta skipti. Það er frelsi sem hann lofar og því býð ég þér. Nei, ég hvet þig til að skoða hjarta þitt. Ert þú að halda þig við legar þessa heims eða ertu tilbúin að gefast upp fyrir sannleika Krists? Hann stendur við dyr hjarta þíns og bankar. Ætlar þú að hleypa honum inn? Biðjum saman. Drottinn, við sjáum skaðan af völdum þessara lyga, en við sjáum líka kærleika þinn kalla okkur aftur til þín. Leiddu okkur
í sannleika þinn, umbreyttu hjörtum okkar og gefðu okkur hugrekki til að hafna fölsunum þessa heims. Skiptu út lygunum fyrir kærleika þinn og láttu ljós þitt fylla hvert horn í lífi okkar. Við gefum þér allt, lausnari okkar, frelsari okkar og vinur. Í Jesú nafni. Amen.